Guð blessi ykkur öll, kæru systur og bræður og líka þau öll sem munu vera að hlusta á íhugun daginn í dag, allir hlustendur. Mig langar að heilsa upp á ykkur öllum, Guð sé með ykkur öll og gefi ykkur vitur og þekkingu til þess að læra allt sem að tengist vegir Guðs. Og daginn í dag ætlum við, eða ég ætla reyndar meira að fara í spurningar og svör. Ég mun vera að gefa svör við mörgum spurningum sem ég hef fengið. Þannig að með þessu lærum við lærum mikið af kenninguna og fyrsta spurningin sem að mér var skrifað er þegar manneskja hnerrar. Er það eitthvað sem að tengist mannasiðum? Og ef einhver segir Guð blessi þig og hvort að það sé dónalegt að segja ekki Guð blessi þig. Þetta er rosa einföld spurning og ég held að margir munu skilja þetta. Við vitum að það er kannski illa séð ef að fólk er að hnerra fyrir framan aðra eða að rópa eða hvað sem er. Það er sem sagt séð illa, en stundum líkaminn sjálfur getur ekki komið í veg fyrir því. Og þegar maður getur ekki komið í veg fyrir því, þá gerir maður það fyrir framan aðra. Aðrir í kringum segja Guð blessi þig, sem er í raun og veru að gefa í skyn ekkert mál. Þetta er eðlilegt, þetta er líkaminn. Þannig að fólk segir það, Guð blessi þig. Það er ekkert að það sé nauðsynlegt að segja Guð blessi þig. Það eru staðir, bær eða hvað sem er, þar sem að fólk segir afsakið þegar þau hnerra til dæmis. Það er ekki kannski á mörgum stöðum, en það er séð að í nokkrum stöðum er fólk segir afsakið. Þannig að ekki hafa áhyggjur því segja Guð blessi þig eða ekki. Því það er eitthvað sem við getum ekki komið í veg fyrir. Önnur spurning. Einhver spyr mig ef maður getur notað sandalar, opnar sandalar þegar við komum í kirkjuna. Ef að konurnar getur notað svona opnar sandalar. Ég segi að það sé nú bara eftir veðri. Ef það er heitur staður þar sem að allir, sérstaklega konur, eru í sandölum, hvað sem þetta er kallað, þá er það líka að þau fara í kirkjuna með sandölum, opnum sandölunum. Og það er ekkert syndgun fyrir framan Guð. Við skulum ekki halda nú að allt sé synd. Þetta fer bara eftir aðstæðum, eftir veðrunni. Það fólk klæðir sig eftir veðrinu og eftir landinu. Það sem við kennum í kirkjuna er að við klæðum okkur með virðingu. Að manneskja eða kona eigi kannski ekki koma inn í kirkjuna hálfnakin út af því að það er heitt úti og kemur kannski í mjög stuttum buxum eða með ból, gegnsærum ból eða mjög stuttur bólur eða eitthvað svoleiðis. Það finnst mér ekki vera alveg passanlegt. Konur eiga að klæða sig í raun og veru með virðingu. Hver og einn ræður hvernig þau klæðir sig, en það eru svo mjög margar konur sem að klæða sig rosalega háttvís og þær vilja þóknast Guði í öllu sem þær gera til þess að vera ekki kalla eftir athygli, sérstaklega eftir athygli frá karlmönnum. Heldur vilja þær ekki, þær eru sem sagt ekki fá þeirra athygli og þær eru margar sem að passa sig upp á það þegar þær eru úti, en í kirkjuna við biðjum konur að klæða sig passanlega, að vera ekki í stuttum kannski buxum eða opnu
eða bara opna ból eða lítill bólur þar sem að sést allt í brjóstunum eða svoleiðis. Það eru börn og það er ungt fólk sem kemur hérna. Við þurfum líka að passa okkur á það til þess að vera ekki að kalla eftir athygli. Mér var líka spurt að nota galabuxur, rifnir galabuxur eða mjög þröngir galabuxur. En núna sem við tísku að fólk að nota galabuxur sem með fullt af götum alls staðar. Og mér var spurt hvort að það sé litið á það sem passanlegt eða ekki. Mér finnst að allt sem er mjög í raun og veru auka eða sem er einum of er ekki passanlegt. Það sem er annarlegt, það sem er í raun og veru einkennilegt, það sem er einum of á ekki að vera passanlegt. Maður á að passa sig á hverjum einasta degi, hvernig maður talar og hvernig maður klæðir sig, en það er líka eitthvað sem að tengist persónum. Þannig að þetta fer persónulega, hversu mikið þroska hefur þú andlega? Hversu mikið ertu að þóknast Guði? Kona eða maður sem að vilja þóknast Guði klæða sig með virðingu án þess að fara alla leið og vera illt. Þó það sé í tísku, það er alltaf eitthvað í tísku og það er eitthvað alltaf að breytast og fólk sem er að fara eftir þessum tísku, nema ég er að þóknast Guði en mér langar að vera hógvær kona. Þá passa ég hvernig ég klæði mig. Að vera hógvær. Að klæða mig með virðingu. Það er það sem er í hjartanum mínu. Að mig langar að þóknast Guði. Og við sýnum það líka með útlitinu, hvernig ég klæði mig og hvernig ég heiða mér. Þannig að það er ekki að þú ert að synda ef að þú ert að gera það. En það er kannski betra ef að maður er ekki að kalla athygli til sín. Ef að þú ert í alltaf þröngum fötum og það sést alveg í líkamannu þínum. Þetta eru freistingar fyrir menn. Ef þú ert að labba fyrir fram einhver hópa karlmenn, þau eru að fara kannski að byrja að flauta sér hluti við þig. Við viljum það ekki, við viljum vera hógvær og Guð er að horfa á alla þessa hluti. Guð er að horfa á þessa hluti og er að sjá hvernig við erum að reyna að passa okkur. Því hann vil ekki að við séum sem freisting fyrir aðra. Þannig að þekkingu fyrir framan allt, að vera hógvær, að passa sig, hvernig maður klæðir sig, að vera ekki illt. Við erum bara meðalagi. Mér var líka spurt að hvort maður megi fara í leggings eða joggingsbuxur í vinnuna. Já, þú mátt klæða þig eins og þér sýnist þegar þig langar þegar þú fer í vinnuna. Ef þig langar að fá athygli og kalla þig athygli í vinnuna eða út af götu. Og ef þú vilt fara þannig og þú vilt að fólk haldi að þú sért að reyna að fá athygli, það er þín ákvörðun. En kannski missiru pínu af virðingu og kannski myndu ekki geta leiðrétta eða tala eða satt þegar þú þarft að því að halda, því það er enginn að fara að taka móti því sem þú segir, því fólk í raun og veru flokkar okkur undir ákveðum sem sagt hlutum eftir hvernig við klæðum okkur, eftir persónuleikun okkur. Þannig að við þurfum að passa okkur. Af því þegar við byrjum að vera hógvær, að vera með virðingu, þá mun fólk virða okkur, þau munu kunna meta okkur og þau mun þóknast Guði. Og Guð mun líka horfa á þig til þess að gefa þér blessanir andlega. Hann mun gefa þér mjög mikið andlegum gefum í andlega lífi. Þannig að það fer líka eftir hvernig fólk er að hegða sig og klæða sig, hvað fólk er að gera, hvort það sé að leitast eftir að
að þóknast Guði eða ekki. Það eru líka aðrir sem að segja hvort að megin nota þessar leggings eða svona joggingsbuxur og þú setur stór peysa yfir. Já, það er allt í lagi þá. Ef þú ert í stóri peysu og þú ert ekkert að sýna, þú ert ekkert í magaból og það í raun og veru fer yfir líkamanniðinu, þá finnst mér það allt í lagi. Af því þú ert að vinna á stað þar sem eru margir sem að ekki fara í kirkjuna og ef að einhver biður þig að taka þátt í því sem að fólk í vinnunni er að gera og að þau vilja að þú takir þátt þegar þau fara út og svoleiðis, þú mátt alveg deila og vinna með, kannski ekki alveg í öllu, en að mestu leyti ef að þau biðja þig að fara á næturklúbbur og í fylleri, kannski ekki alveg að við séum að gera það því þá að við viljum þóknast Guði. Þannig að þú getur kannski alveg deilt með þeim þannig. Það er gott að fólk viti hver við erum frá upphafi. Við ferum í kirkju, við erum að þóknast Guði, við erum ekki að fara einhverju fylleri á næturklúbbum. Ekki vera feimin við að segja hvers þú ert. Svo að þú hafir ekki vandamál í framtíðina, svo að fólk sé ekkert að bjóða þig í svona hluti í framtíðina, þau virða þig og þau vita frá upphafi að þú fer og tekur ekki þátt í þannig hluti. Og allir þessir hlutir er eitthvað sem við þurfum að vinna okkur, við þurfum að vera í raun og veru með þennan stjórn, svo að fólk getur virt okkur. Ég hef lært í heiminum, ég hef unnið og það var enginn sem að gera grín að mér, það var enginn sem að bauð mér á næturklúbbum eða gera svona hluti. Fólk hefur sýnt mér virðingu og þau vita frá upphafi að ég tek ekki þátt í svona og þau hafa virðingu frá upphafi. Og ég veit að svona hluti gerast því það hefur komið fyrir mér. En það mun koma fyrir ykkur líka en ef þið kunnið að haga ykkur og gefa góða vitnisburði, góð fyrirmynd, að þá mun fólk gefa þér þann vald sem að þú þarft til þess að sýna aðra hver þú ert. Svo var önnur spurning frá systur sem segir að maðurinn hennar, eða þau bæði eru trúendur og mæti kirkjuna, en hún spyr hvort að maðurinn hennar hafi rétt á að stjórna hana alveg með tímanum sínum, hvar hún var, hvað hún er að gera allan tíma, og hún segir að henni finnst það of mikið. Henni finnst það of mikið. Ég veit ekki hvort að systurinn hefur heyrt kenningana hjónabandið og þegar það er par sem giftir sig að í raun og veru þá þarf konan raun og veru að sýna mönnum sínum undirgefni og í raun og veru það er hjónaband kemst saman, þá eru þau sem heimili. Heimili, hvað eigum við með heimili? Það er ekki, við erum ekki að tala húsið. Við erum að tala heimili, hver er að stjórna heimilið? Hver er að elda, hver er að þvo, hver er að þrífa? Ef að maðurinn vill hjálpa, það er gott og vel, en hver í raun og veru sem leiðtogi heimilsins, það eru yfirleitt karlmenn, og Guð hefur sagt það í Biblíuna eins og Jesú Kristur er hausinn í raun og veru eða leiðtoginn og kirkjan er líkaminn, það er svoleiðis, þannig að við þurfum að virða, þannig að pæliði í eins og að eiginmaðurinn sé
sem hausinn af heimilinu. Ég er ekki að tala hjónabönd þar sem að einn fyrir kirkjuna og hinn ekki. Ég er ekki að tala þannig, ég er að tala að bæði eru í kirkjuna. Því ég get ekki talað þannig hjónabönd þar sem að einn fyrir kirkjuna og hinn ekki. Ég er að tala allt sem er innan kirkjurinnar og bæði mæti kirkjuna. Að þau þurfa að læra kenninguna og kona þarf að virða mannin sinn og meta og virða mannin. Ekki, og kannski ekki láta það pirra þig ef að maður er að spyrja hvert þú ert að fara eða hvar varstu eða hverju varstu lengi. Það er ekki stjórnun, það er bara kannski illa séð ef að einhver er úti seint og kemur seint heim eða svoleiðis. Þannig að við þurfum að lesa líka Biblíuna því Biblían segir okkur líka og ráðlegir okkur hvernig við eigum að búa sem hjón. Hver og einn á skyldur sem þau þurfa að uppfylla og þannig þóknast við Guði. Svo er líka önnur spurning. Og það er kannski seinasta spurningin. Við fæum margar spurningar en við förum bara smátt og smátt að svara þeim. Það er einu spurning sem segir: er rétt eða illa séð að foreldrar fari í sturtu eða bað nakin með börnin sinn? Mér finnst það illa. Mér finnst það ekki alveg rétt. Og í Biblíuna, í fyrstu bækurnar, Mósesbækurnar, þar kennir Guð hvernig menn og kvenmenn eiga að lifa. Hver voru skyldur og hann er að kenna okkur siðferðisreglur. Og það er ekki siðferðisleg ef að fullorðinn maður er nakin með barn í sturtu eða í heitum potti eða í sundi eða hvað sem er. Það að vera nakin fyrir framan barn er ekki siðferðisleg. Og Guð kennir, ef þið farið í fyrstu Mósesbækurnar, þar segir Guð að börn eiga ekki að sjá foreldrana sína nakin og að fullorðið fólk á ekki að vera að horfa á í raun og veru systurnar sínar eða í raun og veru bara fjölskyldumeðlim að þar eru reglur og hann er að vera mjög skýr réttu leiðina. Þannig að þetta er ósiðferðislegt að foreldrar séu nakin í sturtunni með börnin sín, með litlu börnin sín. Það er ósiðferðislegt. Það má ekki gera það og lesi það í Biblíuna. Nú ætlum við að klára spurningan og svörin og ég vona því hafi skilið þetta. Við ætlum núna að íhuga í 3 versa í Bréf Páls til Efesumanna, kapli 5, í vers 21 til 25. Og þar ætlum við að íhuga á þessum versum sem að Páll Póstul ráðleggur okkur og hann skrifaði á þessum tíma til kirkjan í Efesus. Vandamálin á þeim tíma eru líka vandamál sem við erum með núna. Ástæðurnar sem voru upplifðar þá erum við líka að upplifa núna. Þannig að þessari kenningu heldur áfram að eilífu. Þessari kenningu sem hefur verið skrifað í mörgum öldum og hefur verið kennd í mjög langan tíma. Í dag er Drottinn líka að kenna okkur það sama, að því það er það sama sem er að gerast núna. Og Páll Póstul gerir ráðleggingar sem hann gefur til kirkjan í Efesus, til bræðurnar og systurnar þar. Og þar stendur í vers 21, verið hver öðrum undirgefnir í ótta Krist. Þannig að við virðum hvort annað hliðið, biðið við hvort annað
gefið ykkur leiðbeiningar á milli og svo stendur konurnar og við erum að tala konur sem að trúa á kenninguna eiginmönnum sinnum, hér stendur konar eiginmönnum sinnum eins og það væri drottinn. En þetta fer til þeirra sem eru í kirkjuna, til trúenda kenningsins. Og hér stendur konurnar eiginmönnum sinnum eins og það væri drottinn. Og ef að við erum undirgefin Guð, þá styðjum við okkur við Guð. Af því hann er okkar skjöldur, hann er okkar stuðning. Við treystum og trúum á hann. Við erum örugg. Þannig að í hjónabandið, konurnar munu finna sama leið með manninu sínum. Þannig að maðurinn er yfirleitt sterkur og hann er að verða konuna sína og hann er að styðja hana og gefa henni það sem þarf. Hann virðir hana, hann kann að meta hana. Þetta er það og konurnar eiga þá líka að gera það sama. Og þess vegna stendur konurnar eiginmönnum sínum eins og það væri drottinn, því að maðurinn er höfuð konurnar. En muniði, við erum að tala á milli kristin fólk sem að trúir og er í kirkjuna. Því að maðurinn er höfuð konurnar eins og Kristur er höfuð kirkjunar. Kirkjan er líkaminn, Krist, og Krist, hann er frelsari líkamansins. Þannig að eins og líkamann við konurnar þurfum að hafa maðurinn okkar á svipuðu leyti. Við þurfum að virða hann, við þurfum að undirgefa okkur því hann mun vera þar til þess að verða okkur. Og konan, Guð kennir þannig að eins og drottinn er höfuðið og við þurfum að styðja við hann. Það er það sama með konan og menn. Og vers 24 stendur, en eins og kirkjan er undirgefin Kristi, þannig séu og konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Þannig að systurinn sem að sagði, maðurinn minn stjórnar mig, þú kannski hefur þá rangt fyrir það, því hann er kannski að stjórna þig, að þú ert ekki að stjórna sjálfum sér rétt. Þú ert í raun og veru með yfirmaður heima þér sem er maðurinn þinn og hann mun kannski stjórna þig að einhverju leyti. Þú þarft að vera undirgefin og útskýra hvert þú ert að fara eða hvað þú ert að gera. Þannig alltaf að vera sammála, að bæði séu alltaf sammála. En kannski það að vera undirgefin fellur meira undir konuna. Og ef hún þarf að gera eitthvað, þá kannski þarf hún að tala við mann sin líka og sjá hvað hún finnst það sem hún er að fara að gera. Og það er það sem að kallast vera undirgefin. Ef eitthvað kemur fyrir, hvert segir það? Þú segir þá manninum frá þessu. Sjáðu þetta kom fyrir mér, hvernig á ég að leysa vandamálið og hann munur örugglega að hjálpa þér og hjálpa þér að leysa vandamálin. Og þar hefur þú þann stuðning. Það er það sem að kallast að vera undirgefin. Þá varstu með eitthvað sem getur leiðbeint þér, sem að getur verðað þig, sem að getur verið þér sem skjöldur. Og það er það sem við erum að tala þegar við tölum að vera undirgefin. Ég er ekkert að tala að þú sé þræll mannsins. Því það er kannski það sem ég er ekki. Við erum kannski sem þrælar Guð, sem hann er ekkert að nota okkur sem þrælar. Það sem ég á við er að við elskum Guð og fylgjum Guði og viljum gera það góða því hann elskar okkur og gefur okkur það besta. En maður sem trúir á Guð, hann mun gefa konu sína það besta. Hann mun gefa konu sína allt það besta. Hann sér hana, hann vinnur og hann leggur sig fram fyrir hana. Það er þetta sem ég er að tala hjónabandið. Hjónabandið á milli fólk sem að tilheyra undir Guði. Þannig að þau þurfa að standa við reglur sem að Guð setti fyrir.
Þannig að ég endurtek. Því það stendur eins og kirkjan undirgefin Kristi, þannig séu konur og mönnum sínum undirgefnar í öllu. Þér menn, það eru líka reglur fyrir menninir. Elskið konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurar fyrir hana. Kristur gaf líf sitt fyrir kirkjuna og sama menn eiga þá að gefa líf sitt og undirgefa sig til konuna sinnar og elska hana og passa upp á hana. Þetta skyldan ykkar. Þannig að þetta ekki þrælahaldi. Heldur þetta kærleika og ást og skyldur þeirra á milli sem að Guð að kenna og allt sem að Guð kennir okkur fullkomið. Guð vill ekki að það sé fólk í þræluhaldi undir öðrum eða fólk sé að þjást, nei, alls ekki. Þegar Guð segir þessi lög í hjónabandinu, hann hefur lagt það fram fyrir í raun og veru bæði menn og kvenmenn sem sagt til þeirra. Og ég þekki marga í kirkjuna sem eru mjög ánægð, elska hvort annað, eiga börnin og bæði standa við þessum skilyrðum sem að Guð hefur gefið, hún sem konan og hann sem maður. Og ég hef séð það, en þetta nær maður þegar við erum með Guð í hjartanu og með hjálp Guðs og þannig náum við þessa hluti. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að lesa Biblíuna, læriði og biðið Guð líka að hjálpa ykkur að lifa þessu góða lífi sem hjón og að vera ánægð með hvort annað og að lifa fyrir hvort annað og þetta eitthvað sem mögulegt, ekki efast það. Þetta hægt með Guði. Guð blessi ykkur öll, við skulum núna biðja til Guðs til þess að biðja hann fyrir okkar þarfir, fyrir okkar óskir í hjartað okkar og fyrir veikindin. Blessaður Faðir, almáttugur. Faðir okkar Jesú Krist, við viljum biðja þig, ó Guð, núna á þessari stund að þú hlustir á okkar bænir, á okkar hrópin, á okkar óskir og okkar þrá. Við viljum koma fyrir framan þig til þess að þakka þér fyrst og fremst að því þú leyfir okkur að gera þessari íhugun í dag og rannsaka og íhuga á þeim hlutum sem við gerum eða hættum að gera, á þeim mistökum, á allt sem við gerum og þú kennir okkur að lifa rétta lífið, heilaga lífið. Þú kennir okkur að lifa rétta lífið. Takk fyrir að gefa okkur tækifæri til þess að kynnast þínir vegir, til þess að læra Biblíuna. Við lærum margt í þín á Biblíuna. Við erum ánað, finnum gleði og hamingjuna því við höfum fundið þínir vegir. Takkarlegi Faðir, leyfðu marga og Guð að þekkja þig að koma á þínum vegum og svo þau geti lært að þínum kenningi og seti það að verkum með þeirra líf svo að þau verði hamingjusum og glöð. Ég vil biðja þessari stund líka að það sér þú að rétta út höndina og lækna. Vertu að rétta út læknalega höndina og Guð, sérstaklega fyrir börn og þau sem eru eldri, allir þau öll sem eru veik. Með alls konar veikindi, vertu að lækna, vertu að frelsa, vertu að taka verkefni. Í burtu ólæknaleg veikindi líka, vertu að hreinsa, vertu að frelsa og taka í burtu seyðiskrafturinn, gildrunar sem að bölvarnir frá óvininum. Taktu ávana frá unga fólkið og börn og konur og öll. Taktu þessi ávana frá fólkinu, gefðu þeim gleði, hamingja, frið og ró og gefðu þeim að þau verði hraust. Takk, kæri Faðir, hlustaðu núna líka bænir þeirra, óskir og þarfir þeirra, það sem að þau óska hjartanu sínu, vertu að uppfylla loforðin og vertu að uppfylla allir þeirra þarfir og allt sem þau þrá í hjartanu sínu. Takk, kæri Faðir, í nafni Jesú Kristi, elskaður sonur, þér sé Guði. Og nú ætlum við að syngja kór 172 sem segir: ég veit að þú ert hér, ó Guð, ég veit að þú ert hér. Estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí.
Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios, que mi Señor les bendiga todo grandemente. Los amo a todos y hasta pronto. Og sjáumst bráðum, takk.